Ég ætla að sýna ykkur hvernig við búum til texta í forritinu wordart.com. Farið út á netið og finnið síðuna. Hún er hér og ég smelli hérna á Create Your Own. Ég get skrifað inn orðin hérna eða ég get flutt þau inn úr Word eða Excel og ég er búin að afmarka þennan texta hér, heitunum og ektunum eða tegundunum og afrita Ctrl+C. Og þá fer ég hér inn í import ef ég ætla að líma textan hér inn, ýta á Ctrl og V og koma upp heitin og import Word. Og þá kemur þetta hér. Og ef ég smelli hérna á Visualize, þá sé ég hvernig þetta kemur út. Kemur þetta svona. Ef ég vil velja annað útlit, þá get ég valið það hérna og hér á að vera einhvers staðar mynd af epli sem er vel við hæfi í þessu tilfelli. Þetta valið hvað sem en þau fyrir að smetla alltaf á Visualize á milli, smetli hér og smelli á Visualize. Kemur þetta svona. Og til að sækja myndina smelli ég hérna á download og ég vel annarkvort þetta eða þetta. Ef við veljum eitthvað af þessu þá þurfum við að borga fyrir það. Þannig að ég smelli hér á og myndin kemur hérna neðst. Smelli hérna. Hún kemur hérna inn. Og til að afrita myndina, þá hægri smelli ég og segi afrita. Ég ætla bara að loka þessu og fara aftur inn í PowerPoint. Og nú þá segir maður að vera ekki með þetta valið, heldur smelli ég hérna fyrir utan, ýta á Ctrl og V til að líma. Og ég ætla að minnka myndina hérna. Hún kemur hérna. Og ef að þið væru með annan bakgrunn sem væri kannski lit og þið vildu hafa þennan bakgrunn gegnsæjan, þá getur þið smellt á myndina, farið hérna í Picture Format og Color og smellt hérna á Set Transparent Color og smellt hérna. Þá verður engin bakgrunnur á eplinu, heldur kemur bakgrunnurinn á glærunni í gegn. Þið eru með svo ljósan bakgrunn þannig að ef þið eru með sama bakgrunn og ég, þannig að það skiptir í sjálfu sér ekki máli. Þið getið stjórnað stærðinu með því að toga hér í hornið eða minnka hérna, það er oft þægilegt líka. Svona. Og ég ætla að vista.